Góðan daginn, komið sæl. Þið velkomin á þessa afkomukynningu hjá okkur í Sjóvá fyrir fyrsta fjórðung árið 2025. Við munum annast kynninguna. Ég mun byrja og svo mun Sigríður Varða koma og Þórður yfir fjárfestingarnar og saman munum við síðan opna fyrir spurningar í framhaldinu. En ef við förum svona yfir helstu tíðindi varðandi fyrsta fjórðung og þá má segja að það hafi svona verið öfgana á milli. Það að segja að það var 540 milljóna króna tap af rekstri eftir skatta en 821 milljóna króna hagnaður af vátryggingarsamningu fyrir skatta sem gríðarsterkt og samanskapi var tap þá á móti í fjárfestingum upp á rúmar 1100 milljónir. Þannig að sveiflurnar þarna á milli voru miklar. Ef við stöldrum aðeins við vátryggingarstarfsemina þá þetta svona með betri fyrsti fjórðungur sem við höfum kynnt. Samsett hlutfall upp á 90,2% á móti 97% samsettu hlutfalli fyrir árið 2024. Þarna munar að mestu góða afkomu í eignatryggingum og þá sérstaklega þegar haft í huga að á fjórðungnum ekkert stór tjón sem féll til. Nú í fjárfestingunum þá það nú þekkt að þar hafa markaðir verið erfiðir og þá sérstaklega í hlutabréfum. Ávöxtun af eignum í stýringu var neikvæð upp á 1% og fjárfestingartekjurnar í stýringu voru neikvæðar tæpar 600 milljónir. 704 milljónir króna tap var þá af fjárfestingu fyrir fjármagnsliði og skatta. En þetta semst fyrst og fremst í skráðum hlutabréfum sem þetta á sér stað þar að segja þetta mikla tap upp á 1,5 milljarð rúman. En aðrir eignaflokkar skiluðu jákvæðri afkomu á fjórðungnum. Eins og ég vekkaði áðan þá þetta býsna góður fjórðungur fyrir vátryggingarstarfsemina og helgast eins og ég sagði áðan af góðri afkomu af eignatryggingum. Tíðarfarið hefur gott á fjórðungnum og tjónaþróun svona eins og hún birtist okkur þá fyrir fjórðungin undir áætlunum sem við gerum ráð fyrir. Að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Sigríði Varða. Komið sæl. Nú hérna sjáum við helstu niðurstöður úr rekstrinum okkar síðustu 5 fjórðunga og við sjáum að þetta frábær fyrsti fjórðungur í vátryggingarstarfseminni með 821 milljóna króna hagnað fyrir skatta. 90,2% samsett hlutfall. Og eins og Hermann kom inn á, þetta þetta með betri fyrstu ársfjórðungum sem við höfum séð og nokkuð umfram þær væntingar sem við höfðum fyrirfram. Nú á sama tíma sjáum við nokkuð tap af fjárfestingarstarfseminni eftir þunga eignamarkaði á fjórðungnum. Og ég hef nú nefnt það áður að það viðbúið að sjá sveiflur í rekstrinum og eins og við erum að sjá núna á þessum fjórðungi. Nú við skoðum aðeins vátryggingasamningana og kraftana bak við afkomuna þar. Þá sjáum við að tekjurnar hjá okkur aukast 3,6% sem nokkuð minna heldur við höfum verið að sjá undanfarin ár. Nú einstaklingsmarkaður að vaxa meira en fyrirtækjamarkaður sem að nokkurn veginn stóð í stað á milli fjórðunga. Vísitölur hafa lækkað umtalsvert á milli ára. Og einstaklingsmegin erum við þó að ná að vaxa umfram vísitölur. Við sjáum að fyrirtækjamegin erum við ekki að sjá mikinn vöxt í umsvifum núverandi fyrirtækja, auk þess sem að samkeppni hefur reynst töluverð. Við sjáum tekjuvöxt í öllum vátryggingagreinum fyrir utan ábyrgðartryggingar og það helgast í rauninni að breyttri samsetningu vátryggingarstofnsins fyrirtækjamegin. Það að segja að þau fyrirtæki sem hafa komið í viðskipti til okkar hafa ekki verið með jafn mikla vernd í ábyrgðartryggingum eins og þau sem hafa farið frá okkur. Nú á sama tíma kostnaður af vátrygginga og endurtryggingasamningum að draga saman 3,7%, aðallega vegna lægri tjónskostnaðar og kostnaðar af endurtryggingasamningunum. Sérstaklega munar góðan fjórðung í eignatryggingum. Og spilar þar mjög stórt hlutverk að ekkert stórt tjón féll til á fjórðungnum líkt og í fyrra.
Nú rekstrarkostnaður eru aukast 100 milljónir eða rúm 6%, meira en sem nemur tekjuvexti og veldur það því að kostnaðarhlutfallið hækkar lítillega á milli tímabila og það sem að vegur þyngst þar launakostnaður, þar sem að kjarasamningsbundnar hækkanir hafa töluverð áhrif. Nú við erum auk þess að alltaf að vinna að því að bæta okkar þjónustuleiðir. Nú síðast opnuðum við útibú á Höfn í Hornafirði. Og svo erum við auðvitað líka að huga því að þróa okkar stafrænu þjónustuleiðir og færa okkur ennþá nær okkar viðskiptavinum, allt á þeirra forsendum. Nú þetta leiðir til þess að samsett hlutfall lækkar tæp 7% á milli ára og skilar 90,2% hlutfalli á fjórðungnum. Nú við skoðum svo rekstrarafkomuna í heild, að þá sjáum við góða afkomu á vátryggingastarfseminni, nokkuð umfram væntingar eins og fram hefur komið, en nær þó ekki að vega upp á móti erfiðum eignamörkum og lélegri afkomu þar á fjórðungnum. Við sjáum að fjármagnsliðir vátryggingasamninga eru að hækka og þar spilar hátt vaxtastig og lækkun vaxta á tímabilinu mest inn í þá hækkun. Við vorum að gera ráð fyrir að þessi liður yrði 1500 milljónir á árinu færi til gjalda. Það má leiða því líka með að vaxtalækkunarferli heldur áfram að þessi liður verði þá nokkuð hærri. Heildarniðurstaðan svona okkar mati vel viðunandi miðað við aðstæður. Og eins og áður sagði ég vátryggingastarfsemin að skila afkomu umfram væntingar. Nú við skoðum svo gjaldþolið og gjaldþolskröfuna. Nú gjaldþolið lækkar umtalsvert á fjórðungnum í takt við 3,4 milljarða króna arðgreiðslu til hluthafa, auk þess sem að gjaldþolið lækkar í takt við tap tímabilsins. Og þess bara geta að samkvæmt nýrri túlkun eftirlitsins að þá þurfum við núna að tiltaka vænta arðgreiðslu og draga frá gjaldþol tímabilsins og munum við gera það eftirleiðis. Og eðli málsins samkvæmt þessi tala 0 með við tap á fjórðungnum. Og þar þessi tala og þetta frádraga taka mið af þá arðgreiðslustefnu félagsins. Nú krafan að hækka nokkuð á fjórðungnum. Það sem að spilar þar stærst hlutverk markaðsáhættan, mótdæðiláhættan og rekstraráhættan. Nú mótdæðilega og rekstraráhætta hækka iðulega í upphafi árs í takt við árstíðasveiflur í iðgjaldaskuldinni sem ennþá reiknað samkvæmt Solvency 2. Eðlilegt að sjá þessa hækkun og þetta mun lækka svo eftir því sem líður á árið. Markaðsáhættan sömuleiðis að hækka og þar í rauninni kemur hækkun á samhverfu aðlögunarstuðlinum hefur hvað mest áhrif. Það að segja, hann að hækka þrátt fyrir að það sé í rauninni öfug áhrif á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Það að segja, evrópsku vísitölurnar fóru upp á meðan okkar fóru niður og þar af leiðandi eykst bindingin á hlutabréfasafnið á fjórðungnum. Sömuleiðis vaxtaáhættan að aukast. Það er bara í takt við breytta samsetningu skuldabréfasafnsins á fjórðungnum eftir arðgreiðslu og spilar þar aukin líftími og munur á líftíma eigna og skulda í lok tímabils. Nú þetta skilar okkur gjaldþolshlutfalli 1,36 sem nokkuð undir gjaldþolsviðmiðum stjórnar og helgast eins og ég sagði áðan af þungum eignamörkuðum og öfugum áhrifum á samhverfa aðlögunarstuðli EIOPA. Nú þetta ekkert óeðlilegt í sjálfu sér að sjá þetta innan ársins og við fylgjumst bara mjög vel með þessari þróun og munum grípa til aðgerða og gefa okkur tíma til þess ef að þess gerist þörf. Það að segja ef þetta leiðist ekki á okkur náttúrulegan hátt. Og ég vil árétta það eins og ég sagði að við teljum að þessar sveiflur séu eðlilegar innan ársins. Nú efnahagsreikningurinn hann breytist að jafnaði mest á fyrsta ársfjórðungi eins og við sjáum þegar áhrif arðgreiðslu gætir. Við greiddum 3,4 milljarða til hluthafa í mars og sjáum áhrif á eigið fé samsvarandi og þetta sömuleiðis í takt við tap tímabilsins. Nú við sjáum eðlilegar árstíðasveiflur í skuldbindingu vegna eftirstæðrar vátryggingaverndar og langar líka að benda á þjóðunina í skuldbindingu vegna orðinna tjóna
En þar erum við að sjá lækkun sem að við sjáum nú ekki oft, en það vegna þess að við vorum að greiða út nokkur stærri tjón sem fjallu til á síðustu 2 árum og þannig upphæðir að það lækkar heildarskuldbindinguna á fjórðungnum. Sömuleiðis langar mig að benda á aukningu í öðrum kröfum og viðskiptaskuldum og öðrum skammtímaskuldum. Þetta að jafnaði hækkar hjá okkur á fyrsta ársfjórðungi en hækkar meira heldur undanfarin ár þar sem að iðgjald á brunatryggingar sem að við innheimtum fyrir hönd náttúruhamfaratrygginga Íslands hækkuðu 50% áramótin sem að hefur þá áhrif á þessar fjárhæðir hækka að meðaltali svona 300–400 milljónir krónur meira heldur en gera hefði mátt ráð fyrir. Eftir sem áður var sterkur efnahagur. Það var Þórður. Já, afkoman af fjárfestingum á fyrsta ársfjórðungi var slæm og svona undir því sem við svona búumst að jafna við og svo að svona sveiflurnar svona þá kannski kemur ekki óvart að fá fjórðunga eins og þennan en afkoman af fjárfestingum á fjórðungnum var neikvæðum 596 milljónir og það byrði 300% af því tapi vegna skráðra hlutabréfa sem það var með tap upp á 1500 milljónir og það var, ávöxtunin var neikvæðu 9% af hlutabréfum á fjórðungnum. Þetta var ákaflega sveiflukenndur fjórðungur. Við svona lítum frá því að hlutabréfaverð var hvað hæst í lok janúar þangað til lok fjórðungsins að þá þetta sveiflað upp á það byrði 14%. Nú megnið af tapinu vegna endursetningar á verði á vaxtafélögum í Kauphöllinni sem að við fjárfestum í og síðan auðvitað að þá lækkaði virði sjávarútvegsfyrirtækja eftir að ríkisstjórnin kynnti áformum að tvöfalda sértæka skatta á greinina. Nú ef við horfum á safnið og breytingar á því að þá svona kannski svona helsetu markaða var að við greiddum auðvitað út arð á fjórðungnum og hann var að mestu fjármagnaður með sölu á ríkisskuldabréfum. Nú ríkisskuldabréf og raun og veru aðrir eignaflokkar bara skiluðu ágætis afkomu þar sem auðvitað hlutabréfum, skráðum hlutabréfum undanskildum. En í óskráðum hlutabréfum þá var engin sérstök virðisbreyting á eða það sé að við framkvæmdum enga virðisbreytingu á svona óskráðu eignum okkar heldur afkoman og hreyfingarnar aðalega út af arðgreiðslu Origo og síðan virðisbreytingum á sjóðum sem við erum hluthafar í. Nú ef við lítum á bara eignasamsetninguna þá náttúrulega bara höldum við okkur áfram við okkar eignastýringarstefnu. Þannig bættum við lítillega við okkur í hlutabréfum 750 milljónir á fjórðungnum. En eins og þið sjáu að þá eru allir eignaflokkar tiltölulega lítið breyttir, kannski önnur skuldabréf smável hækkun þar og flestir eignaflokkar nokkuð nálægt svona viðmiði í eignaskiptingarstefnu. Nú, við birtum hana nýja mynd, nýja töflu, við vorum hana með mynd áður sem við tókum eftir að sumum greinenda þóttu ruglingsleg, þar sem erfitt var að greina á milli sölu og verðbreytinga á eignum, en núna birtum við bara lista yfir 5 stærstu breytingar eða hreyfingar bæði í hlutabréfum og skuldabréfum og síðan auðvitað í viðauka eins og vanalega þá birtum við lista yfir allar eignir sem eru yfir 500 milljónir sem að telja þetta vanalega í kringum 80% eignasafninu. Nú, meðallíftíminn jókst lítillega í skuldabréfasafninu og það svona bara meiri tilfallandi breyting, það ekki sérstök stefnubreyting
eins og við sjáum þá verðtryggingarhlutfallið tiltölulega óbreytt. En að því sögðu þá gef ég Hermann orðið. Já, mér láðist að kynast tilkynna það í upphafi að við erum með breytt útsendingarform hjá okkur og ég svo sem eftir að ég opnaði þetta áðan, hef fengið staðfestingu á því að það virkar alveg, það er nokkru tugir að horfa, þannig að það er þitt besta mál. Þar er hægt að koma í því viðmóti undir Q&A, bara spurningum til okkar. Á sjálfsögðu líka hægt að senda spurningar á fjárfestar@sjóva.is. Þannig að endilega nýta sér það ef eitthvað er óljóst eða vilja fræðast eitthvað meira heldur en hér kemur fram. En við kíkjum aðeins á síðasta fjórðung, sem er lengst til hægri. Þá er náttúrulega eins og komið hefur fram ítrekað að það er mikla sveiflur þarna á milli, annars vegar afkomin af fjárfestingum og hins vegar af vátryggingastarfseminni. Þetta var nú svona í upphafi tilgangur með þessari mynd sem við reyndar erum búin að klippa þess aftan af, en sagan sýndi svolítið í upphafi að hvor þáttur var að vega hinn upp. Á víxl getum við sagt í upphafi, en ef við kíkjum núna síðustu árin þá getum við séð að afkoman af báðum greinum hefur verið býsna góð. Síðustu svona 5-6 árin og lítil sveifla þar að segja í báðum tilvikum mjög jákvæð. Samanskapi höfum við birt þessa mynd til þess að árétta það sem við sögðum þegar við fórum að markað fyrir 10 árum síðan rúmum að við ætlum að skila jákvæðri afkomu af vátryggingastarfsemi og það hefur gerst öll árin. Það er einstakir fjórðungar sem eru teljandi á fingrum annarra handar sem hafa verið neikvæðir út af þá eiginlega mjög stórum tjónum. Nú aðeins þá að svona einstökum greinaflokkum, þá höfum við staldrað mest við þessa 3 fyrstu, getur við sagt, sem mynda svona 75% af tekjunum og þarna sést þá greinilega eins og við höfum sagt að svona afkomu batin að breyting á milli ára felst fyrst og síðast í eignatryggingunum, það er engin stór tjón sem falla til þar og líka þá tíðarfar að það varðar. Það er ekkert launungamál að ökutækja flokkarnir báðir, það er að segja lögboðnu og frjálsu, er eins og okkur hefur orðið tíðrætt síðustu uppgjörskinningar að við erum með augun á því. Það hins vegar það mark getur við sagt er á stöðugri hreyfingu og þess utan eins og Sigríður var að véka aðeins áðan að þá er kannski allra hörðust samkeppni þarna í verðum. Það verður að segjast eins og að afkoma þarna þessum greinum er ekki viðunandi og því munum við að sjálfsögðu gefa gaum eins vel og við getum inn í framtíðina. En svona ef við sumum þetta upp að niðurstaðan í vátryggingastarfseminni gríðar góð undirliggjandi starfsemi sem að skilar þessari flottu niðurstöðu upp á 90,2 í samsettu hlutfalli og afkomið þar upp á rúmar 820 milljónir. Þórður hefur farið vel yfir fjárfestingarpartinn og lítið hann að segja, þetta er bara staðan eins og hún er núna, hvort sem það er á Íslandi eða annars staðar og vonandi horfir það bara til betri vegar þar. Nú varðandi horfurnar fyrir árið og horfurnar þá líka til næstu 12 mánaða, þá eru þær sömu, þar að segja við erum að gera ráð fyrir því að afkoma vátryggingarsamningu fyrir skatta verði á bilinu 1700 til 2400 milljónir og að samsett hlutfall verði á bilinu 93 til 95%, þar að segja bæði fyrir þetta ár og til næstu 12 mánaða. Nú þar sem vextir hafa lækkað frá áramótum, að þá má leiða líkum af því að neikvæð áhrif áfallanna vaxta verði meiri en horfur gerði ráð fyrir og nemi þá 1,5 milljarði í því samhengi. Nú, umhverfið eins og farið hefur verið yfir og við höfum gert áður er að breytast og það er bara að breytast mjög áhugaverðum hætti. Við erum starfandi því að halda okkar stefnu og breyttri. Þetta tekur hún alltaf einhverjum breytingu svona í smærri strókum en svona stóru strókurnar eru meira og minna þær sömu og hafa gefið góðan árangur eins og ég fer yfir betur á eftir. Þar sem að við munum einbeita okkur að arðsömum rekstri eins og þessi niðurstaða að sýna í vátryggingastarfseminni og mjög sterkum og öflugum kúnnatengslum við okkar góðu vistamenn þar sem að við reynum að greina eins vel þegar þarf og koma til móts við þeirra óskir eins og kostur er. Þetta gerum við líka, þegar ég segja að við ætlum að byggja á því sem hefur, það sem við höfum uppskorið,
þá eins og okkur tíðrætt þá höfum við náttúrulega verið efst í ánægjuvoginni síðastliðin 8 ár. Það var að koma könnun líka sem við gefum mikinn gaum sem var að koma núna í vikunni. Það sem margt mælt og meðan annars það mælt hvert væri svona fyrsta tryggingafélag hvert væri fyrsta val ef aðilar væri að skipta tryggingafélag. Og þar eins og hefur verið undanfarin ár staða okkar gríðarsterk og munar mjög miklu á milli okkar og annarra tryggingafélaga. Það ekki síður gefur okkur góðan svona byr og væntingar það að okkar áherslur, þær skila sér og okkar ímyndarlega staða á markaði, ekki síður hjá viðskiptamönnum samkeppninnar, sterk. Það að mælast þarna. Og það gaman að segja frá því að í okkar áherslum líka erum við að færa okkur enn frekar yfir í forvarnir og það teljum við bara að vera svona samfélagslegt mál og mjög áreiðandi og eitt af því sem ánægjulegt að talandi IMARC, verðlaunaveitinguna lúðrana, þá fengum við 2 slíka núna síðast fyrir einmitt skjáhættuna sem var samstarfsverkefni við Samgöngustofu. Og svona þegar aftur í huga oft eru svona miklar glys og stemmingsauglýsingar sem að hljóta svona kannski helst náð fyrir augum slíkra dómnefnda. Þarna um forvarnarverkefni að ræða, þörf og góð skilaboð og við erum ánægð með að það hafi náð þessari athygli og þessari viðurkenningu og við erum mjög þakklátir fyrir það. Að sama skapi höfum við verið að birta grundvallað okkar eigin upplýsingum úr okkar gagnagrunnum, upplýsingar hættuleg gatnamót og svona reynt að auglýsa þá þar fyrir vegfarendum að fyrir framan þá eru hættuleg gatnamót sem að mikil og tíð slys af orði sem að bera að fara varlega Nú sér ég alveg veka eins að því áðan að við vorum að opna fyrir ekki svo löngu útibú Höfn í Hornafirði og það kannski til að ramma inn og eins og komum við líka fram að við erum með miklar áherslur í stafrænni þróun og erum komið nýjan vef sem enn aðgengilegri og þetta svona stærsta útibúð okkar, stærsti snertiflöturinn okkar við Ístarmenn sem vefurinn og við erum mjög stolt af honum og hann að virka mjög vel og mjög svona notendavænn og aðgengilegur. En þetta trend vext alveg ágætlega á, það að útibúnettið hefur reynst okkur líka gríðarsterkt og vel og þar erum við að jafnvel eins og á Höfn að opna með litlum tilkostnaði á stað þar sem við erum að bæta verulega við okkur og þá finnst okkur við skulda því samfélagi, þar erum við að fá kjölfestu fyrirtækið í bænum í viðskipti við okkur og við viljum gjarnan þá koma til móts við það samfélag og segja ok, við erum til staðar og þið getið leitað til okkar, hvort sem með rafrænum eða fýsiskum hætti. Að þessu sögðu, gaman að segja kannski líka frá því að við höfum áður greint frá því að við höfum verið í tjónaskoðunum í gegnum síma, gegnum app sem auðveldar viðskiptamönnum okkar mjög svona snertiflutin og jafnvel á afskekktum stöðum en líka hérna í Reykjavík og sparar mikinn tíma og kostnað. Að nú erum við að taka fasteignaskoðanir í gegnum þetta app líka og það að virka gríðarlega vel og mikil ánægja með það með viðskiptavina en ekki síður líka bara heilbrigður og góður sparnaður í kringum það. Að þessu sögðu þá erum við klári í að taka við spurningum ef einhverjir eru. Ég vissi af einni sem var komin fyrir kynninguna þar sem spurt að því hvort að við höfum skoðað eða hvernig staðan af því sé varðandi gallatryggingar sem kom fram í kynningu HMS, þar sem HMS svona með áherslubreytingar eða með tillögur áherslubreytingar á húsnæðismarkaði og svona í því ljósi með hugmyndir það að það sé verði húseigendur sem taki tryggingu varðandi galla og tryggingafélögin þá taki það frekar áhættumat á þá sem síðan að framkvæma verkið. Ef ég skil þetta rétt og ég held að þetta sé, ég hlusta á svona aðeins og hluta af þessu en frómt frá sagt þá hefur ekkert samstarf átt í stað við okkur en við erum alltaf mjög áfram það að skoða hvaða tækifæri eru til staðar til þess að jafnvel gera markaðinn enn betri og heilbrigðari. Það það sem er okkar hlutverk. Ef þarfirnar breytast í þessu eða áherslurnar þá erum við alltaf til í samtalið hvert sem það leiðir okkur. Allavega við höfum ekki komið að þessum hugmyndum en erum alveg opin fyrir að skoða það. Fleiri spurningar? Já, gjör svo vel. Eigintryggingahlutfallið úrslega lágt og sem skilar þetta lága samsetta hlutfall. Ég var að pæla hvort að
það sé eitthvað sérstakt, eitthvað þróun sem að veldur þess að þetta sé svona lágt eða þetta bara tilfallandi þannig að það ekkert að áætla eitthvað svona eitthvað þróun eða Ertu að tala samsett hlutfall endurtaka? Endurtaka, já. Það sem ekki svið Ef ég heyrði rétt þá varstu að spyrja af hverju samsett hlutfall í eignatryggingum væri svona lágt. Hvort það væri eitthvað svona atriði sem að veldur. Já, það í rauninni það sem að veldur breytingar á milli ára það að í fyrra féll til eitt stórt brunatjón sem að kemur þarna inn og hefur þessi miklu áhrif. Þannig að það sem við erum að sjá núna er mjög gott hlutfall en stóra breytingin það að það var ekkert stórt tjón, eignatryggingamegin og reyndar ekki í starfseminni í heild sinni. Og það það sem að útskýrir þessa breytingu á milli fjórðunga. Já, ef það kannski skoða í svona sögulegu samhengi, þá getum við sagt að svona miðjan í þessu, þar sé samsettu hlutfallið eignatryggingamegin kannski í kringu 70-75, en svo smetla á stóru tjónin, stóru brunarnir, þá þetta komið vel yfir 100 og svo svona ekstra góðir fjórðungar eins og þessi, þar sem ekkert stórt tjón tíða fari gott, þá eru komin niður í 60. Þannig að svona, ekki rétt hjá mér, það svona kringu 70-75 sem að koma þar, já. Jafnaði. Já. Fleiri spurningar? Eitthvað á Q&A? Já, það komnar 2 á netinu. 2 á netinu? Svo fyrir sinniði áþreifanlega breytingu í samkeppni eru undirboð meiri en fyrir til dæmis ári. Eins og ég var að víkja, það spurt að því hvort við finnum fyrir áþreifanlegum breytingum í samkeppni að þá, eins og ég vekaði áðan, að þá merkjum við og það staðreynd að markaðir eru breyttir og það eitthvað sem við tökum þátt í og svona höfum verið alveg skýr í þeirri afstöðu okkar að við ætlum að vera tryggingafélag og við ætlum að vera fókusverið á þá grunnstarfsemi okkar. Það spurt hvort að við verðum vör við undirboð, ekki undirboð, maður veit ekki alveg hvað undirboð í sjálfum sér sko, en við merkjum, já, harða samkeppni í verðum og eins og ég nefndi áðan að afkoma til þess að ökutækjum ekki góð og hluti af því hörð samkeppni á einmitt þeim markaði þar sem að verðteygnin hvað mest sem er ökutækin. Svo seinni fyrir Tóta. Hvernig metur Þórður horfur á hlutabréfamarkaði, einkum hjá vaxtarfélögum og kemur verðþróun á óvart? Já, ég spurður að því hvernig meti stöðu á hlutabréfamarkaði og horfur fyrir vaxtarfélög og hvort að hvað verðþróun kom á óvart. Byrja á síðustu spurningunni, hvað kemur á óvart, það er alltaf spurning hvað kemur á óvart þetta voru náttúrulega verðþróun ekki svo sem að ég taldi líklegasta mat en þau myndaði skoðun á þróun verðbréfa þá náttúrulega verður að segja skoða annars vegar líklegasta mat og síðan hins vegar hvað er svona mögulegt frávik frá því. Þannig að það er náttúrulega heldur ekki hægt að segja að maður missi hökun í gólfið þegar þú kaupir vaxtarfélag og vaxtarfélagi sveiflast, tala ekki þegar sveiflan ekki meira en þetta og þannig að svo segja við myndum bara freka orða þannig að ég sá þetta ekki fyrir en þetta kom mér ekki þannig séð á óvart. Nú ef við svona bara horfur á hlutabréfamörkuðum almennt og kannski þetta er náttúrulega svo þreyttur frasi þessu óvenjumikil óvissa, það er ekkert óvenjumikil óvissa, það er bara alltaf óvissa, menn eru bara misfúsir til þess að viðurkenna það og núna náttúrulega erum við með hann órangúta í Hvíta húsinu sem að gefur öllum frjálst rými til þess að viðurkenna þessi litli rísur og hræddir en þetta eru náttúrulega töluverðar breytingar og svona hamagangur á alþjóðlegum mörkuðum og ég myndi halda að það leiddi til þess að vaxtastig til lengri tíma litið muni verða hærra bæði vegna þess að það er minni framleiðni vöxtur þegar þú vindur ofan af alþjóðavæðingu í viðskiptum og síðan þetta það að í Hvíta húsinu yfirlýst stefna núna að vera með töluverðar skattalækkanir en lítið gengur að lækka ríkisútgjöld og raun og veru yfirlýst stefna að lækka ekki stærstu liði fjárlaga Bandaríkjanna. Þannig að allt þetta bara endanum spurningum verð og
persónlega og eins og við má sjá það, við erum síðan svo búin að gefast upp á hlutabréfum skráðum á Íslandi og ég bara horfi björtu augum fram á veginn. Hvað frekar? Nei, þetta voru góða spurningar, það er alltaf gott að geta eins fyllt inn í myndina með að svara spurningum. Ég vil bara árétta það sem ég var sagt að við erum alltaf opin fyrir kynningafundum, svona fagfjárfestum og stærri aðilum sem að vilja koma kannski og fræðast enn frekar uppgjörið, þá er það velkomið og þá myndum bara hafa samband hvað það varðar og við erum búin í það. Örlítið þá þakka ég bara kærlega fyrir fundin og líka honum. Takk fyrir.